Góðu vinir, ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Við skulum taka vel undir söngin í kirkjunni í dag. Og þessa stund helgum við með signingu og bæn. Við segjum í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum saman með orðum séra Hallgríms Péturssonar. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Algóði Guð, vertu með ástvinum við komum hér saman til þess að kveðja Sigríði Haraldsdóttur. Ég veit þeim öllum huggun, veit þeim styrk. Í Jesú nafni. Amen. Í Davíðs salmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Og svo ritar postulinn, þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn, og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega og leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen.
heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Nú talaði Jesús til þeirra og sagði: Sælir eru syrgjendur því þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir því þeir munu jörðina erfa. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu saddir verða. Sælir eru miskunnsamir því þeir mun miskunnað verða. Sælir eru hjartahreinir því þeir munu Guð sjá. Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fer ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna, að þeir sjái góðverk yðar og vegsami föður yðar sem er á himnum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Amen. Gjörið svo vel.
Ég les fyrir ykkur ljóð eftir Þorstein Gunnarsson. Við komum hér til þess að kveðja þig nú með kærleik og þakklæti á vörum, en síðar er vissa í sælli Guðs trú við sjáumst, þó nú sért á förum. Við munum ei gleyma, þín minning er heið, svo minnst að þar ei ber á skugga. Þú áttir svo létt með ævinar leið, að umbera, gleðja og hugga. Þitt eðli var samofið einlægn og tryggð, til ástvin og blómsins sem lifir. Við sjáum í andan og bæðin og byggð, þú brosandi hort getur yfir. Haf þökk, er þú hugrók gegst þrautana spor, haf þökk fyrir bros þín og tárin, haf þakkir frá blómum sem þyrstir vor, haf þökk fyrir dagana og árin. Af ljúfum Guðs englum nú leit verður þú, svo langt ofar jarðneskum gæðum. Á landinu fagra, þar lifir þú nú, hjá ljósanna föður á hæðum.
Þetta ljóð sem að ég las var flutt við útför Járgerðar Jónsdóttur, nú tileinkað minningu Sigríðar Haraldsdóttur. Góðu vinir, friður Guðs sé með okkur öllum á kveðjustund. Í predikaranum standa þessi fleygu orð, öllu er afmörkuð stund og sér hver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja, það hefur sinn tíma. Jú, víst er það svo, en það sem öllu máli skiptir er að sjálfsögðu hvernig þeirri stundu er háttað sem líður hjá milli þess sem við fæðumst og deyjum. Hvernig sáð er í þá jörð sem okkur er trúað fyrir. Sigríður Haraldsdóttir, hún sáði af hlýju og trúmennsku á sinni ævi. Hún lagði gjarnan gott til mála og bar þá von í brjósti að allt gengi hennar góða fólki að sólu. Hún fæddist að Tjörnum í Vestur-Eyjafjallahreppi 9. febrúar árið 1931. Foreldrar hennar voru hjónin Haraldur Jónsson bóndi og Járgerður Jónsdóttir húsfreyja. Sigga, eins og hún var gjarnan kölluð, ólst upp í stórum hópi systkina og frændsystkina. Systkin hennar samfeðra er öll látin, það er Bergþóra Magnea, Sigurður og Guðrún. Allsyskin hennar eru Sigurður Elí, Ólafur, Jón Heiður, Sigurveig og Grétar sem er einn eftirlifandi. Á heimilinu ólust jafnframt upp frændsystkini hennar, þau Haraldur Sigursson og Jón Heiður Guðrúnar dóttir Haralds. Sigga var skarpgreind og falleg stúlka. Sjáu þið hvað myndin af henni falleg í sálmaskránni. Hún var 13 ára gömul fluttist fjölskyldan að Miðey í Landeyjum og bötnuðu húsakynni stórum. Nýtt hús reis að Miðey það gamla var rifið. Þá sumarið bjó fjölskyldan í hesthúsinu og var það þeim öllum gleði að flytja inn í nýja húsið. Skólaganga Siggu var ekki löng. Hún sótti farskóla að Brúnum, en þangað var farið fótgangandi langan veg. Þá sótti hún einnig ung saumanámskeið þar sem hún lærði að sníða og sauma og átti sú þekking eftir að koma sér vel, en Sigga var alla tíð mikil handverkskona. Hún hafði lengi vel vitað af Konráði Óskari Auðunssyni frá Dalseli í Vestur-Eyjafjallahreppi. Það var svo fallegu vetrarkvöldi í tungsljósinu að leiðir þeirra Konna og Siggu lágu saman á skautum. Upp frá því hófst vegferð þar sem aldrei bar skugga á. Sigríður og Konráð gengu í hjónaband 1. júní árið 1952 og var samfylgd þeirra góð og voru þau hjónin börnunum sterkar og góðar fyrirmyndir. Á milli þeirra var ætíð ástarneisti og lét Konráð gjarnan falleg orðfall í garð sinnar konu. Sjáið hvað birtir, sagðan, hann leit hana ástaraugum og gladdi þetta börnin þeirra mjög. Þau hjónin bjuggu fyrst sinn að Dalseli þar til þau hófu búskap á Búðarhóli í Austurlandeyjum árið 1954. Í fyrstu var búið smátt í sniðum, en þau voru stór huga og þrautseig og byggðu búið upp af miklu myndarbrag. Von var á 3. barni þeirra hjóna, þá stóð Sigga út á túni við að raka í hríðunum eða til þess hún gat meir og fór inn til að fæða barnið. Alla tíð búnaðist þeim vel og hafði Sigga á orði að það hafi verið mikil blessun að aldrei varð slys á mönnum né skepnum. Þá minntist hún jafnframt draums sem hana dreymdi. Huldu kona vitjað hennar og hét því að halda verndar hendi yfir búinu og fólkin hennar. Sigga bar mikla umhyggju fyrir öllu, bæði mönnum og dýrum, og var vakin og sofin yfir velferð allra. Rifjaði fólkið hennar upp söguna af því, hún fór til þess að sækja kýrnar ásamt börnunum, þá vildi ekki betur til en svo að þau lentu í mannigri belju. Sigga brást fljótt við, ýtti börnunum ofan í skurð, tók af sér stígvélið,
sem hún notaði til þess að verjast. Allt fór það vel. Börn þeirra hjóna urðu 9. Elst Jóna Gerður hennar maður, Sigurjón Sveinbjörnsson látinn. Þeirra dætur eru María Sigríður og Guðrún Hulda og fyrir átti Sigurjón soninn Elvar. Héðinn næst elstur, hans kona Harpa Sigurjónsdóttir. Þeirra dóttir Dagmar Ósk, sonur Héðins Einar Karl og synir Hörpu eru þeir Þorsteinn, Finnbogi, Sigurjón og Ófeigur Lýðssynir. Haraldur 3. í röðinni, hans kona Helga Bergsdóttir og þeirra börn eru Berglind Ósk, Bjarki Þór, Sigríður Anna og Konráð Helgi. Þá það Guðlaug Helga. Hennar maður Andrés Reynir Ingólfsson. Börn hennar og Guðlaugs Jóns Ólafssonar eru Guðbjörg, Hafliði Gunnar og Konráð Garðar. Börn Andrésar eru Ása, Arnþór Ingi sem látinn og Auður Ásta. Ingigerður Anna 5. í röðinni, hennar maður Sigmar Gíslason og þeirra börn eru Sigurður Óskar og Sigrún Lilja. Þá það Gunnar Markús, hans kona Helga Björg Valgeirsdóttir og þeirra börn eru Salka Rán og Jakob Konráð. Dætur Gunnars eru Harpa og Erla Hrund og dóttir Helgu Auður Eyleif Einarsdóttir. Auður Ingibjörg svo 7. í röðinni og þá Margrét Ósk. Hennar börn og Ásgeirs Ólafssonar eru Karitas Rós og Ásgeir Ari. Ömmubörn eru stödd í Svíþjóð og hugsað til ástvina. Unnur Brá, hún svo yngst. Hennar maður Sigurður Ingi Sigurpálsson. Þeirra dóttir Herfur Úldís Gná. Börn Unnar eru Eden Frost og Bríet Járngerður. Sonur Sigurðar Inga Sigurpáll Jónar. Afkomendur eins og þið heyrið eru orðin hinn myndarlegasti hópur sem Sigga var afar stolt af. Hennar gleði í lífinu voru börnin og vildi hún helst hafa þau í kringum sig öllum stundum. Þegar hún fór til þess að handmjólka kýrnar þá í torffjósinu, fylgdu þau henni gjarnan eftir og þá þuldi hún upp sögur fyrir börnin sín. Börnin hennar minnast móður sinnar með hlýju. Hún var yndisleg mamma, nærgætin og hæglát. Gæt jafnaðar geðu og siglu sem átti sér fáar hliðstæður. Hafði yngsta dóttir hennar á orði og hún hafi einu sinni séð mömmu sína skipta skapi og af því tilefni sagði Sigga sem svo: ég má líka vera í vondu skapi. Hún eyddi löngum stundum í eldhúsinu þar sem fólkið hennar kom saman oft á dag og þáði velgjörðir sem hún töfraði fram af miklu myndarskap. Sjálf settist hún ekki til borðs en stóð við að elda, baka og ganga frá. Hún saumaði allan fatnað á börnin sín og ef stund gafst þá sat hún við hannyrðir. Handavinnan lék í höndum hennar og hún var bæði vandvirk og smekkvís. Hún fór á námskeið og saumaði peysuföt og stundum datt hún í framleiðslugírinn eins og árið þegar allar stúlkur þurftu að eignast strettsbuxur og köflótta skyrtu. Hún var og launfyndin, höfðu börnin hennar jafnframt á orði og kom þeim stundum skemmtilega og óvart með bröndurum sem við rifjum ef til vill upp í kaffinu og eftir. Og ólíkt sínum manni þá var hún alls ekkert hrædd við mýs. Einhverju sinni þegar hún ætlaði að fá sér kaffisopa og teygði sig eftir mjólkurkönnunni, þá sat mús á barmi könnunnar í kælinum. Hún var að fela sig fyrir henni kisu og Siggu fannst það bara fallegt. Hann pabbi hefði stokkið út gluggann hefði hann verið nálægur, bætti dóttir hennar þá við. Já, mörg börn áttu skjól hjá Siggu í gegnum tíðina og gestagangur var jafnan mikill. Sumar börnin urðu fjölmörg og taldi hún ekki eftir sér ærin verkefnin. Hún hafði einstakt hjartalag, alltaf var nóg húspláss og veitingar á borðum fyrir alla og það var með eindæmi hvað fólk sýndi henni mikið trygglyndi.
Hún var mikil fjölskyldu kona og fylgdist vel með afkomendum fram á síðasta dag. Hún mundi afmælisdaga og veitti hverju barni athygli og sýndi því áhuga. Hún sagði gjarnan sem svo: gæfa þín er gleðin mín. Guð blessi þig. Sjálf svaraði hún því til hún var að því spurð hver væri Sigga, að hún væri Guðsbarn. Hún var 50 þegar hún tók bílpróf. Sigga kenndi hannyrðir í grunnskóla Austur-Landeyja og þá starfaði hún einnig við skúringar. Hún var söngelsk, söng með kirkjukór Krosskirkju í mörg ár og kunni ógrunnin öll af sálmum og sönglögum. Þá lagði hún að mörkum til samfélagsins, var í kvenfélaginu Freyju og tók virkan þátt í þess starfi. Konráð lést árið 1999. Við hans fráfall urðu kaflaskil í lífi Siggu, því árið seinna flutti hún að Gilsbakka 4 á Hvolsvelli. Hún réði sig til starfa í prjónaverksmiðjunni, fékk sér hund og gerðist virkur þáttakandi í öllu félagsstarfi sem vakti með henni áhuga. Hún prjónaði mikið, heilu langbrækurnar og enn sinn leituðu vinnumenn og bændur með bláu vinnugallana til Siggu eftir viðgerð. Árið 2008 fékk hún slag sem var til þess að hún fluttist á Kirkjuhvol. Það var henni þungbært en smátt og smátt aðlagaðist hún nýjum veruleika og var hvers manns hugljúfi. Og þar lágu leiðir okkar saman. Hún var ætíð mild og hlý í fasi, ávarpaði viðmælendur af virðingu og elskusemi og svo átti hún það til að strjúka manni blíðlega vangann. Sigga lést á Kirkjuhvoli 17. mars. Ástvinir þakka starfsfólki innilega fyrir hjálpsemina og vinarþel öll þau ár sem hún bjó á Kirkjuhvoli. Já, það er ómetanlegt að hafa gott fólk á heimili eins og Kirkjuhvoli. Og það er mikilvægt að muna að sorgin á sér uppsprettu í því sem manni þykir vænt um. Á sér uppsprettu þar sem fyrir er ást, virðing og gleði. Og síðan þegar dagar okkar eru taldir, þegar við höfum varið lífinu öllu sem okkur er gefið, þá megum við vona og rekna með því að Guð sé einnig bak við dagana. Að þar mæti Guð okkur með gleðina, ljósið og eilífa lífið. Guð blessi ykkur öll og þig, Sigríður Haraldsdóttir, felum við góðum Guði. Við byggjum þess að lífgjafans hönd þig leiði heim til helgra ljósins byggða. Far þú í friði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt, í Jesú blessaða nafni. Amen. Ég var beðin fyrir kveðjur til ykkar. Systurnar frá litla landi, þær Stella, Malla og Þóra báðu fyrir hlýjar kveðjur með þakklæti fyrir allt og allt. Og þá eru hér kveðjur frá Bjarka Þór og fjölskyldu í Bandaríkjunum, Sigríði Önnu og fjölskyldu í Austurríki, Hildi Björk langömmu barni í Boston og Melkorku Máney langömmu stúlku og mömmu hennar og systur í Danmörku. Og ég vek athygli á því sem stendur aftan á salmaskráni. Fjölskyldan þakkar auðsýnda hlýhug og samúð og býður kirkjugestum að þiggja veitingar á heimalandi að athöfn lokinni. Þau munu ganga beint út í bílana eftir athöfnina og þetta er vænt að sjá ykkur öll á heimalandi. Guð blessi ykkur öll.
Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við okkur skín frá Drottni okkar og frelsara og heilugu orði hans. Veit okkur náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lokum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér algóði Guð að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Sigríði Haraldsdóttur sem við nú felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk ástvinni hennar sem hér kveðja. Veit þeim leiðsögn á komandi tíma. Uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Jesús kendi og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í frysni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið
mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Gjörið svo vel. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þín eilífu hvíld. Lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Var Guð með frjókun hreina,
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist. Amen.